Komið sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 27. mars 2026 og Bitcoin í $65.873 og hjá mér sestur Björn Harðarson. Vertu blessaður, Björn. Sæll blessaður. Það mér lítil gleði að rifja það upp að við höfum báðir haft rétt fyrir okkur í niðurlaginu á síðasta þætti þegar við settum fram spár hvort við erum fyrir ofan eða neðan 70.000. Það báðir rétt fyrir okkur. Þetta ekki búið að vera gaman. Koma aftur svona klassísk dæmi svona bear market svona relief hækkun, léttis hækkun sem gekk að öllu leyti niður. Sko, núna ómeðvitað þá hefur mér ekki tekist að náð lengra en kannski svona 40 sekúndum áður en fyrsta enskuslettan kom. Vegna þess, ég ætla að fá að segja eitt núna hérna. Sko, það ekki svona hugsunin sem ég hef alltaf farið í sem hefur reynst mér vel á erfiðum köflum í lífinu. Þegar allt virðist vonlaust og eitthvað einn erfitt að svona sjá fyrir sér einhverja jákvæða breytingar alveg í nánustu framtíð, að þá hef ég hugsað hvað get ég haft áhrif á. Og ég man síðast þegar ég var að díla við þetta einmitt í Bjarnamarkan 2022 þá komst ég niðurstöðunni ok, ég veit alveg mitt, ég var ekki í góðu líkamlegu standi, ég get haft áhrif á það, ég get borðað betur, ég get treyst mig meira og ég fann fyrir miklum létti og svona innri frið að byrja að takast bara þannig á þetta. Ég get ekki breytt í að kryptómarkaðurinn allir rjúkandi rústir og ég fór hugsa með þetta hlaðvarp við getum ekki handstýrt þessum bjarnamarkaði og breytt honum í bólamarkað, en við getum reynt að tala íslensku í þessum þætti. Já. Og ég hugsa að ég lenda lítrika í þegar ég byrja að hugsa eitthvað svona, ég gleymi svo nefna það í þættinum, en þessi fyrsta enskusletta sem gerist eftir 40 sekundur að hún fékk mig til að muna þetta, þannig að og ég var að grínast þegar ég sagði að þú væri verri en ég við erum að minnstakosti jafn slæmir ef ekki að ég sé verri. Þannig að ertu ekki til í þetta átak með mér? Jú, ég þarf aðeins að hafa smá þögn, bara ég þarf að fara yfir nokkra punkta og reyna að þýða það í huganum og íslensku. Já, sko ég segi dreif, það var nú maður sem gerir skýrslu á vegum forsætisráðuneytisins. Hann hefur nú ekki fengið það í gegn, en hann sagði eitt sem ég man mjög vel eftir. Hann sagði, ég legg einfalda til, maður sem að þegar ég best veit mikill íslensku maður. Hann sagði, sko, ég legg einfalda til að við notum bara kryptó. Það sé verði bara íslenska orðið yfir kryptoassets sem enska orðið. Og að því stundum það algjörlega rökrétt. Það náttúrulega rosalega, það alveg sér íslenskt fyrir bara að vilja íslenska allt alveg niður í þaula. En ekki rafmyntir, lýsir þessu ekki betur heldur en kryptó? Sko, niðurstaðan var alltaf sýndareignir. Það lagalegt hugtak. Svona gervieignir. Það einmitt, sko, fyrst fannst mér þetta mjög óöpilegt hugtak. Alveg ég þoldi þetta hugtak ekki. Sýndarfé var þetta held ég fyrst, sko, sem var þýðing á virtual assets, svo breytist þetta yfir heitir núna á ensku crypto assets og niðurstaðan var sýndareignir. En ég svo sem alveg búin að venja sýndareignir en ég samt á því. Það verið bara langeðilegast að kalla þetta krypto. Þannig að ástæður ég að segja þetta við þurfum ekki að koma með endilega stundum töluðum rafmyntir. Maður tala aldrei sýndareignir nema að sé að fást við eitthvað lagalegan texta eða í samskiptum við stjórnvöld eða eitthvað álíka sko, en við þurfum ekkert að nota neitt annað en kryptó sko, en ok, það ýmislegt markvert sem gerðist í vikunni sem verður gaman að fara yfir og svo
Já, er ég bara búin að vera með svona ýmsar vangaveltur, þú sagði mér að þú væri með talsveit mikið af efni. Já, ég bara svona, það er svona sumt vangaveltur, annað efni. Já, þannig að sko ég held allavega að við erum klárlega að fara að fjalla það voru markverð tíðindi eða markverð atburðarás sem átti sér stað einmitt á föstudaginn eftir að við lukum upptökum sem olli því að markaðurinn leitaði upp. Svo gengur hann aðeins tilbaka, ég ekki að muna það rétt, ég ætla að vera búin að fletta upp fyrir þáttinn, en ég held ég muna það rétt, kom ekki tilkynningin svo að Trump væri að lofa 5 daga árásarhlé á Íran, var það ekki á mánudegi? Jú, má ég þá skjóta eitthvað spurningu? Já. Hefur þú pælt í að hvað segir maður nú á íslensku? Eiga viðskipti. Eiga viðskipti, takkóviðskipti. Takkóviðskipti? Já. Er það alveg takkó matinn? Nei, þú veist, það er komið eitthvað orð að Trump, eins og við höfum talað hérna. Já, hann kemur alltaf með eitthvað á föstudögum. Já, hann kemur alltaf með eitthvað á föstudögum, eitthvað slæmt og hans, til dæmis, þennan föstudag held ég að hann hafi sagt að bara við getum verið við þessu stríði endalaust. Já. Og svo hækkaði olíuverðið og markaðar fóru niður og á mánudegi segir hann að það séu bara nánast að ná einhverju samkomulagi. Og er það á takkó að þetta er svona og svo sem þú selur á föstudegi og kaupir aftur á mánudegi? Þetta stendur fyrir Trump always chicken out. Vá, áhugavert. Já, ok. Ég hef búin að heyra þetta. Já. Mikið, þetta er svona takkódæmi eitthvað, örgulega takkódæmi kemur á mánudaginn eitthvað. Já, ég skil. Frekar en það sé taktik hjá honum að eins og við talaðum byrja aggressíft og draga svo aðeins í land. Já, og það er þetta margt sem bendir til þess að sé taktik til að hafa áhrif á markaðinn. Já. Hann er rauninni alltaf að reyna að róa markaðinn svolítið á mánudögum. Já. Hann gerur þetta á sannleiksvefnum. Truth Social, já. Það má nú nota en þá enn steiti, sko. En sko, þú veist, það sem gerist er að klarið í frumvarpið. Það koma fréttir á föstudaginn sem gefa tilefni til þess að draga þá ályktun að það verði samþykkt bara í nánustu framtíð og með mjög jákvæðum fréttum varðandi setja ávöxtun á stöðuleikamyndir. Þetta kom á föstudaginn, já. Þetta kom á föstudaginn. Og markaðurinn leitar mjög samfærandi upp. Og ef þetta hefði verið rétt, sko, þá hefði það alveg held ég gæti alveg trú að það væri alveg svona innistæða fyrir þeim, svona varanlega innistæða fyrir þeim hækkunum. En sko, svo kemur í ljós að, ok, við nánar athugun sem bara fer svona kemur í fréttir nokkrum dögum síðar og þá fer markaðurinn að síga aftur niður, er að þá bara nei, þetta er ekki svona jákvætt, þetta er og þú er aðeins minnst á umræða þessu tægi í manngjaðan nákvæmlega hvað þætti það var að þeir segja sér að nei, það verður girt fyrir að það verði hægt að greiða vexti af stöðuleikamyndum fyrir sér það sem kallað í lögunum passive balance og raunverulega þýðir þetta það að eins og ég skilda að það verði bara hægt að greiða eins og þetta er ensku hugtaki er limited rewards einhverja takmarkaða ávöxtun eða takmörku verðlaun fyrir einhver aktív viðskipti. Sem er það þá að eitthvað þú læsir því inni eða ég átt að mig ekki væntanlega ekki og læsir því, nei. Ég myndi halda þessi frekar, ég veit ekki, ég veit ekki nákvæmlega hvað það er áttu. Ég er ekki vissum að það sé skýrt. Það sé nefnilega ekki alveg koma á hreint. En ég myndi halda að það sé meira sko ef þú ert til dæmis í einhverjum stöðum skiluru, einhverjum framverkum samningum eða hvað það er skiluru, eða þú ert að nota þetta til að kaupa og selja eitthvað svoleiðis, að þá sé þetta að gefa einhvers konar umbun á það. En þannig að þegar þetta kemur í ljós þá sígur markaðurinn niður og við svona áttum okkur því, ok, þetta er svolítið vonbrigði og svo bætist ofan á
að það verður þá aftur uppi mikil ágreiningur frumvarpið og nú bara afturunni við erum komin að algjörum byrjunreit, það ekkit útlit fyrir að þetta verði samþykkt endilega í nánustu framtíð. Þannig að þetta var svolítið mikilvæg atburðarás, svo því fylgt eftir með þessu vopnahlé eða þessu árásarhlé Bandaríkjana og ég var nú strax svona mjög skeptískur á að það væri eitthvað hægt að treysta okkur að varanlega hækkun fyrir það að Trump segir að þeir ætla að slaka á árásum í 5 daga sko. Og náttúrulega á sama tíma skilst mér að Ísraelar voru ekkert að draga úr sínum árásum sko. Nei og samtidig bara þetta sagði ég mislegt samtidig þetta en bara samtidig þetta frumvarp sko það auðvitað pressa og þetta svolítið svona fyrirsagnafréttir það verið að segja eitthvað og það kemur ykkur fyrirsögn svo breytist á ykkur önnur fyrirsögn kemur en þeir auðvitað með mikill pressu núna því að þú veist þeir hafa rauninni bara næsta mánuð að því að svo í byrjun maí held ég að sé þá fer þingið í sumafrí og svo fara menn bara fara í kosningabaráttu. Já, einmitt. Og þá segja menn, ok, ef við náum sig ekki apríl, eða byrjum maí, þá erum við að sjá fram á, þetta verður ekkert á næstu árum. Sko. Einmitt. Þá verður aftur kosið í þinginu. Já. Og hver veit hver niðurstöðunar þar hvernig þær niðurstöður verða. Herri, ég sá reynda líka annað Trump. Það var könnun á vegum Fox News stuðning við Donald Trump og eins og gefur að skilja þá hafa kannanir á vegum Fox News áallt verið mjög hliðallar eða kom mjög vel út fyrir republikana forseta. Hann fær 41% og ég held að hann hafi fallið niður úr hvort það var 54% eða hvað það var sko, sem hann hafði á einhverjum tíma sko. Þannig að það á brattan að sækja og ég verð að segja eitt sem mér finnst mjög áhugavert. Því að hann fer nánast hann eftir sérstaklega tilræðið sem orðið, hvað þetta orðið? Það 1,5 ár eða eitthvað. Já, það fer að vera 2 ár í sumar. Þetta var eitthvað í ágúst eða hvað þetta var. Þetta var í júlí held ég, já. Og að þá hann ekkert að fara mikið að óþörfu en hann fer og heimsækir Graceland í vikunni heimili Elvis Presley. Varst ekki var við þetta á fréttum? Þetta var nefnilega út allt í fréttunum meira á mér af því að ég algoritminn þannig en þetta einhver síður, þetta var gríðalega stór frétt. Ég sá bara fréttinu að hann væri að fara á undirskriftin hans væri að fara á dollara. Jú, $100 seðlinn, já. Sá ekki Graceland. Þetta var rosalegt. Ég séð vídeo af þessu og þetta voru mörg 100 ökutæki. Gatan heitir Elvis Presley Boulevard. Henni var náttúrulega allri lokað og það var öryggislið síðan Secret Service og eldi lögreglu og annar aðila út allt hana og hann fer og segir ég verða að heimsækja þetta heimili og sem þetta næst mest heimsótta hús Bandaríkjanna á eftir Hvíta húsinu og þetta fyrsta skipti sem ég man eftir að sé Trump og hann ekki svona fyrst og fremst bara einhver ego-hundur því að þetta svona hefur einhver svona áhrif á mannin að komin í þetta hús og hann byrjar að segja ég elska Elvis, hver elskar ekki Elvis og svo bætir hann við hann segir he's the most famous person on the planet og svo segir hann I mean who else is more famous, let me think, I can't think of no one og af hverju ég að segja þetta fyrir utan það ég alltaf gaman að þessu að verandi þessi miklu Elvis-aðdáandi sem ég en ég held nefnilega að þetta sé mjög mikil hugsun í þessu hjá honum 1970 21. desember þá hittir Nixon Elvis Presley í Hvíta húsinu og í dag þetta meira viðurkennt að forseta sé að hitta einhver svona einhverja fræga einstaklinga þannig var þetta algjörlega óþekkt
og önnur mögnuð starrend fyrir þá sem hafa gaman af svona hlutum að myndin af þeim tveimur í The Oval Office mest umbeðna skjal bandaríska þjóðskjalasafnsins no joke sko þú veist, það hérna, þú veist, þetta þetta aðdráttarafl sem Elvis hefur og af hverju var Nixon að hitta hann reyndi að höfða til unga fólksins Elvis endar baðum að fá að hitta hann, þetta var mjög sérkennilegt það var nú efni heilan þátt sem ég mjög gaman að taka en ég ætla að reyna að stilla mig og hafa þetta kjarnist og láta þetta skipta máli varandi sko, hvað ég held að vaki fyrir Trump og þetta hafði mjög góð áhrif á fylgi Nixon og hann vann náttúrulega alveg afgerandi sigur 72 sem svo reyndar má segja hafi hálfpartin verið ógildur vegna Watergate nexlisins en það nú enginn sem heldur því fram að það hafi raunverulega haft neinn áhrif á kosningarnar en þannig að punkturinn með þessu ég held að því að í miðju stríði í öllu þessu að fara í þetta þetta var risavaksin aðgerð að fara í þessa heimsókn ég held að hann sé að veðja á Elvis hefur enn þennan sammenningamátt á bandarísku þjóðina og það búið að vera smá uppsveifla með Elvis, það búið að vera aukning á hlustunum í Spotify og það kom alltaf þessi mynd 2022 og nú önnur tónleikamynd í gangi þannig að mér finnst það áhugavert og ég held að bara, ég verð að fá meiri stuðning og ég held að þetta sé þau luksa hjá honum að fara og það er svona iljað mér hjartarætur að bara, þú veist Elvis hefur hann sammenningarkraft ég alveg samfærður það og ég veit ekki hvernig Elvis hefði nákvæmlega fílað Donald Trump en hérna, það er lítið vitað hans pólitísku skoðanir Hefur þú komið í Greisland? Ég hef aldrei komið Ég hef farið í Greisland í Danmörku Já, ég veit þú sagði með það telst ekki alveg við en ok, þannig að þetta var punkturinn minn að hérna, ég held að Trump átti sig á því að staðan sé viðkvæm og hann fer í klassísku bandarísku rótina til að sína en ok Má ég koma með svona aðeins meira þetta Má ég koma með eina spurningu sko, þarna það stuð sem vorum í COVID Já Gæti þú séð fyrir þér atburðarás á næstu vikum þar sem að ríkisstjórnir einhvers staðar í heiminum fara að skipa okkur að vera heima aftur ástæða fyrir spurningunni sko? Já, ég átta mig ekki á ég er að reyna að átta mig fyrst á ástæðinu fyrir spurningunni en ég held að það er miklu erfiðara núna heldur en það var á tímum COVID af því ég held að COVID hafi ég held að mjög margir yrðu miklu tregari til að hlýða í dag heldur en voru af því ég segi ef ég á að svara fyrir sjálfa mig ég þyrfti að fá virkilega góð rök árið ég myndi fallast á þetta sem við gengum í gegnum en af hverju spyrir? Ég spyr að því að þú veist, ég sá tölur frá ýmsum löndum yfir stöðuna sambandi við þarna olíuforða og það eru bara fullt af löndum sem að klára olíuforðan, ég held að Víetnam var 7 dagar, það var, ég man ekki öll löndin, Ástralía 20 og eitthvað dagar og það er dæmi í forstíðinni fyrir, ég veit ekki alveg, man ekki alveg hvenar í augnablikinu, þar sem að það hefur verið takmörkun á því að fólk væri að ferðast á bensínbílum einmitt og jafnvel eitthvað svona setja í gangi eitthvað sem að þarf að keira í versmiðum og annað sko. Ég held að það var í Philips eða með hvað það var það er neyðarástand þá voru það að segja að opinberir starfsmenn mæti ekki til vinnu á miðvikudögum Við lýstu yfir neyðarástandi það er svona fyrsta viðbröðin í þessu sko. Og ég meina Ástralía er hvað 20 og eitthvað dögum og við erum ekki að sjá fyrir endan á okkur stríði Ástralía voru mjög harðir í þessu að læsa fólk inni eitthvað neina í COVID, einmitt Ég velti fyrir mér, þú veist, erum við að fara en ég meina útgöngubann ég myndi á frekar skilja bara þú veist, það verður eitthvað umferðarbann sko, frekar en bara út ég líta með að það er þið væntanlega þannig ég líta með að ganga og vera á rafmagnsbílum sko. Já, þetta er áhugaverð pæling sko. Og þetta tengist auðvitað þessu markaði, ég meina að þú veist
markaðurinn eru þetta niður út af þessum og allir markaðir. Nú S&P virkilega, það er held ég síðast, ég aðtöða rétt árum við fórum í loftið. Það var að nálgast 6.400 sko, vísitalan, S&P 500 sko. Það er þálega komið yfir 7% lækkun sko, sem af er ár sko. Og það hlýtur að taka tíma að snúa þessu við þó að það myndi koma einhvers konar friður. Já, einmitt. Maður myndi halda það sko. Að því maður finnur alveg, þú veist, hvernig maður upplifir, ef við tökum bara dæmi kryptómarkaðin, en það á við alla markaði núna, en hvernig maður upplifir kryptómarkaðin, hann vill fara niður, maður sér það. Þú veist, hann var að fara niður, svo kemur Trump með þessa tilkynningu hann á mánudegi, þá fer hann eitthvað upp sem ég áttu alveg erfitt með að skilja, en þú veist, það er bara, þú veist, það er ég ætla að leiða mér að sletta einu sinni, það er bara mjög dark stemning og þungstemning. Við verðum bara að segja það eins og það er sko. Og það er auðvitað staðist þetta stríð sko. Auðvitað er það, við vorum að tala um það clarity á þann, það má skjóta það að þú veist að bara á mjög stuttum tíma þá hrundi til dæmis hlutabréfin Circle sem er USDC, það hrundu yfir 20% og Coinbase 11%. Og þú veist, ég hef nú sagt að hérna að ég er nú kannski ekkit endilega hrifin af þessu frumvarpi ef það verður ekki svona hérna neinir möguleikar á einhverjum vextir eða umbun eða hvað þið kalla það sko. Og ég held að það svona muni mögulega draga úr svona nýjir aðilar inn í hérna markað. Því þú veist, ég held að stöðuleikamyntir, þú veist, og vextir á stöðuleikamyndum og komin í regluverkið, það getur alveg dregið nýja aðila inn á markaðin, en það er kannski það sem bankarnir eru hræddir við. Já, 100% af því að þú veist, ég hef alltaf svona furðað mig dálítið á því, af hverju það að kannski eru margir að gera, ég bara þekki það ekki, sko, en ég hef svo lengi spurt mig að því að þessi, sko, traustu rótgrónu fyrirtæki, ef maður getur talað um rótgróin fyrirtæki í ungu markaði og hérna kryptómarkaðurinn sem að vera að bjóða sko bara mörg prósent, jafnvel það en þá yfirleitt er það reyndar eitthvað svona tímabundin tilbúð eitthvað, en jafnvel 10% pluss vexti á stöðuleikum, bara $. En þú veist, það er náttúrulega mjög, ég er hugsa sérstaklega eitt fyrirtæki í þeim efnum, en alveg mörg að þessum stærri fyrirtækum bjóða kannski 5% vexti, meðan þú ert með kannski 0,2% á okkur sparnareikningum í Bandaríkjunum. Ég held bara núna á Coinbase getur þú fengið á USDC, getur þú fengið 3,35% vexti án þess að læsa þig neitt og þú getur, ef þú hefur læsið til þess að segja lánað út áfram er að 5,75% vexti. Ég meina þú sér þetta, ég hef alltaf fyrir að má bara af hverju er ekki fleiri sem eru með $. Á sparreikning og alltaf að bara eiga það í langan tíma og leggja inn á það mánaðarlega eitthvað, af hverju eru ekki bara í krypto, en ég held að svari sé bara þeir viti ekki af því hreinlega. Ég held að sé það sko. Skilurðu? En auðvitað eru bankarnir hræddir við þetta, að bara þannig færist bara peningur úr á okkar, hérna, frá okkar efnarsreiningu yfir á þessi kryptofyrirtæki. En þú veist, já, þetta hérna, af því að þú veist, leið fengir fólk undir þessu formerkjum til að fá sér reikning á Coinbase, skilur, eða Crypto.com eða hvað er og bara segja, ok, ég ætla ekki að snerta á þessu Bitcoin eða neitt, ég ætla bara að hérna kaupa þetta USDC og geima það bara á þessum sparibókum á miklu hærri vöxtum en þá ertu komin mannan fótinn inn í hennar kryptoheim og þegar þú opnar appið þitt sko, þá blasir við þér allur kryptomarkaðurinn og skilurðu mig, þú veist, auðvitað eru margir þá að fara svona eftir sem tími líður, ok, ég ætla kannski að prófa að setja hérna 10% í Bitcoin og svo, ok, svo reyndar eitthvað, skilur, bara þannig gerist þetta sko. Þú komin inn. Þú komin allar mannan fótinn inn. Þetta er svona svipað og hafa kannski bara aldrei keypt hlutabréf og svo er allt í hlutabréf, þú ert í krypto og allt í hlutabréf komin á bálkakeðuna, þá er styttri leiði að þú kaupir hlutabréf. Já, ég meina, þú veist, bara fyrir örugglega segjum bara áður en þessi banka upp komu, ef við fyrir bara 20 ára aftur í tíman, það er svona fyrir mína tíð áður en ég var eitthvað mikið að hérna, aðtapna mig á þessu sviði en ég gerir bara einfallega ráð fyrir því að það verið miklu
óaðgengilega fjárfest í hlutabrjóðum sko. skilur, meðan núna ertu bara komið með þetta í símaðin í appið og ekkert mál sko. Þannig að já, það en þú veist, núna er það bara aftur að ég fylgdist með þessar atburðarás helgina og ég held að við værum að tala bara mikill sigur vannst Clarity frumvarpið mun vera samþykkt í nánustu framtíð og það verður hægt að greiða vexti af á hérna stöðuleikamyndir því það var fréttin til að byrja með sko. Það var tilfinning sem ég fekk úr sendum mér þetta held ég bara á föstudagskvöldi það var bara narratífið skilur þú veist, það var ekkert lómsnaður það sko en í staðinn þá erum við að eitthvað veginn síga aftur niður og núna ég skal alveg ekki mér hefur alltaf verið að finnast líklegar og líklegar eftir því sem við hefum verið lengur yfir 70.000 að þetta hafi mögulega verið botnin 59,8 skulum segja 60.000 og núna bara það eitthvað veginn svo vissa eða svo bjartsýni maður finnur bara hvernig hún að veikja sko. Hvað finnst þér? Hvernig þér að líða með þetta allt? Það liggur við að sé svona bara breytist dag frá degi út af því að þessar fyrirsagnir eru svo breytilegar sko. Ég hlustaði á formanninn í þessari nefnd ég man ekki augnablikinu hvað hann heitir það að tala, hann vildi meina að demokratar og republikar hefur búin að komast að samkomulagi í rauninu textan í þessu en það var í rauninni bara og þannig kemur þetta alltaf, það virðist bara þeir ætli ekki fara með þetta í gegn nema að verði sátt í bæði banka og kryptaheiminum sko. Það var eina sem eftir, ég veit eitthvað hvað það þýðir því ég veit ekki, ef þetta svona þá erum við aftur bara komin á hennan byrjunarreit fyrir einhverju mánuðin síðan þegar Brian Armstrong Coinbase sagði bara að ekkert frumvarp betra en heldur en slæmt frumvarp. Já, einmitt. Engin lög betur en slæmt. Einmitt. Þannig að ég ekki bjartsýnn. Nei, ég ætla bara að leyfa að segja það. Nei, þetta bara eins og hefur verið rauðið þráðurinn þetta bara mun reyna verulega á þolinmæðina sko. Næstu mánuðir og jafnvel eins og ég segi bara ekki ég held að sé engum hollt að gera miklar væntingar til þessa ár sko. Nei. Hald ég sé rauðið þráðurinn. En hvað segirðu? Þú varst með fleiri pælingar. Já, ég skal bara eitt bara sem mér, að því þú veist við erum samt að sjá og við höfum verið að tala um það undanfarið og það ágætt að gera það í svona bjarnamarkað þegar maður getur ekkert verið að tala um verði sem þú veist, við erum ekkert að sjá einhverja alvöru breyting á verðinu nema að fara niður fyrir 65 eða upp fyrir 85. Þannig að þú veist, það gaman að við þá allan að skoða það sem allan að verið að þróa eitthvað og rafmyntaheimurinn að verða að einhverju meiru. Það var áhugaverð frétt, þú veist, við höfum alveg séð það að það búið að vera lengi að þú geta fengið lán út á bitcoinið þitt eða kryptóið þitt og þú jafnvel geta nota það til þess að selja ekki og þá kaupa hafa sem útborgun íbúð og svo framvegis. En sko, það var frétt í vikunni að Coinbase og fyrirtæki sem heitir Better Home and Finance hefði náð samkomulagi að fara að bjóða upp á bitcoin lán og af hverju þetta meiri frétt en hingað til. Það kannski sérstaklega að þetta svona fyrsta sinna tegundar sem rauninni svo kallað svona Fannie Mae studd húsnæðislán. Fannie Mae bara svona eins og íbúðalánun og sjóðu var einhvern veginn sem rauninni það bakkað upp á Fannie Mae lánum þannig að þetta svona viðurkennt húsnæðislán. Og það sem ég áhugavert við þetta, þú veist, ég sá fréttin og fannst alveg áhugavert, svo fór ég að kynna mér þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert, það var frábært að eiga það mikið að maður getur bara keypt sér íbúð út á þetta. Að þetta meira segja það afslappandi, getur við sagt, að þú tekur, segjum bara, Bitcoin í $120,000. Þú tekur, segjum bara eitthvað, lán átt það mikið, þú tekur 50 milljón krónar lán út á Bitcoinið þitt og notar í
íbúðakaupin, svo lækkar Bitcoinið niður í 60.000 og þannig að þú veist, það orðið minna heldur en virði eignarinnar. Þeir kalla, það ekki veðkall, þeir taka ekki í búðuna en að þeir biðja ekki auki fjármagn, heldur bara, þú ert áfram bara með þitt lán og heldur áfram. Alveg stórmerkilegt. Þú trúir þessu örugglega ekki, ég sé það á svipnum á þér. Nei, en ég ætla að skoða þetta. En ég heyri það að þú hefur verið það vissum hvað ég yrði miklu mefa, haldið miklu mefa sem að þú hefur kannað þetta vel. Sko, ég get alveg trúað einhverju útgáfu af þessu vegna þess að ég reyna að hugsa, sko, þeir náttúrulega ég gerir á fyrir því að fasteignin sé náttúrulega veði líka, skilurðu. Þannig að sem lánveitandinn þá var hann bæði meðvæntanlega, sko, veð í bitcoininu og fasteigninni, og ef þú ert ennþá bara greiðslufær af afborgunum á lánu, þá sé ég þetta svo sem alveg að því að, sko, ef þetta bara eins og viðbótar veð, skilurðu, þá er þetta alveg fullkomlega rökrétt, sko. Og þú veist, þá er þetta alveg fullkomlega rökrétt. Þá er þetta bara eins og ég meina, þú veist. Já, þú ert reyninu með tvöfalt veðlána. Já, algjörlega. Það er einu útgáfan sem gengur upp, sko. Og hún gengur fullkomlega upp. En þú veist, þetta maður sér það bara sem að þróast, að þessi svona fyrirtæki, sérstaklega Coinbase, bara svona að þróast út í að vera svona super app sem allar að gera bara allt rauninni. Og þú veist, ég svo sem ekki, þú veist, ég held að við séum miklu aftar hér á Íslandi að við séum að fara að sjá þetta á næstu 2-3 árum á Íslandi, sko. Já, við erum yfirleitt aftar, en svo þegar við tilengum okkur þetta, þú veist, Ísland virkar þannig, sko, að við erum yfirleitt svolítið sein að tilengja okkur einhverja tækni, en við getum samt verið í ákveðnum skilningi fljótar að því, því að þegar við byrjum að tilengja okkur þá gerist það mjög hratt og allur landinu búin að tilengja sér það. Þannig ég get alveg ímyndað mér ef þetta að fara að vera framtíðin, sem mér finnst mjög sennilegt, en það er alltaf veltur á því að á einhverju tímum höfum við réttur okkur með kryptomarkaðinn, því að það segir sjálft ef þetta og vera sem sagt eitthvert almennt notagildi rafmynta, þá gengur það ekki upp sem einhver $2 trilljón markaður, sko. Það þyrfti að vera örugglega nokkri 20 trilljóna til að þetta notagildi sé eitthvað raunæft í almennu skilningi. En þá getur ég ímyndað að Bandaríkjunum verið í svona mörg ára að tilengja sér þetta. Byrja eitthvað að gerast frekar fljótt og snemma, en á meðan Ísland kannski rétt hjá þér, að þetta tæki kannski, við erum kannski 2-3 árum seinni að tilengja okkur þetta, en þetta getur orðið svona, að maður sér þetta bara í rafrænum greiðslum eða nefndu það, sko, þegar kemur á Íslandi, að við erum oft aðeins seinni að tilengja okkur nýja tækni, en við erum rosalega fljóta eitthvað veginn. Já, ég trúi því líka. Fullkomlega tilengja okkur þetta. Það svo annað bara að því við höfum verið að ræða svolítið mikið þessi svokallu DAT-fyrirtæki sem eru þau fyrirtæki sem að hafa keypt Bitcoin. Nei, þú ert talað bara þessum kollum ótlíka treasury fyrirtæki. Já, sem er að setja Bitcoin á, hvað segir það, efnahagsreikningin, balance sheet. Já, og við höfum talað að, þú veist, og við bara svona fyrir nokkur ára aftur í tíma þegar þetta var að byrja, þá var þá var virði þessa fyrirtækja mjög fljótt orðið bara 2-3 svo kallar NAV sem virði Bitcoins eignarinnar, hversu margfalt virði Bitcoin eignarinnar, og síðan hefur þetta farið mikið niður á við og mikið af þessum fyrirtækjum eru komin undir þetta svo kallar NAV. Hvað er strategið núna að búið að lækka svo mikið? Og hann er að kaupa meira og meira? Það hlýtur að vera komið langt undir einn. Já, þú veist, ég þori ekki að gíska á það, sko. Það er allan ég vissum að það sé ekki yfir einn, og ef það er yfir einn þá er það bara alveg við. Það hlýtur að vera alveg langt undir einum. Við skulum vera með þetta á hreinu í næsta þætti. Og sögum þessi fyrirtæki. Hann er að kaupa meira og meira, þeir eignast meira og meira Bitcoin. Hann keypti 1000 núna sem telst lítið á viku. Hann búin að kaupa, sko,
bara núna held ég 2 stór kaupa þess ári, cirka 20.000 bara á vikurnar og undan hérna hvor kaupin og sko hérna en á sama tíma halda bréfin áfram að lækka. Já, og það, þú veist, ég held að það sé sko að, þú veist, og sum það bara lækka miklu meira, við höfum talað fyrirtæki sem er alveg 98% undir og hérna Nakamoto til dæmis sko og svo líka í Ethereum Treasuries að Bitmain held ég undir líka sko en það svolítið áhugavert að ég sá að í Kóru svona fyrirtæki sem eru ennþá Suður-Kóru gerir ráð fyrir. Já, Suður-Kóru, já. En ok, já. Þar eru svona fyrirtæki sem hafa keypt Bitcoin. Þau eru ennþá þrefalt yfir virði Bitcoin-eignarinnar og jafnvel 4-falt í einhverju tilvikum. Það lítur líka velta, sko, ég náttúrulega ekki greint eitthvað í þaula, en ég trú nú bara einfalt ekki öðru, en það lítur að skipta alveg grundvallar máli hversu skuldsett þessi fyrirtæki eru. Af því að þú veist, hvernig átalmis fyrirtæki svo strategy að réttlæta, tala nú við þessar markaðsaðstæður, þar sem bara einhvern markaðan verið síga niður og niður og niður og þetta er svona gríðarlega skuldsett. Já. Hvernig alltaf réttlæta það að vera eitthvað yfir einum í þessu NAV premium sko, en ok, fyrir ekki. Já, það er ein önnur svona, það er kannski ein skýring mögulega á þessu, vill ég minna sko, er að ef þú skoðar Suður-Kóru, að þá eru þeir ekki, að ég best veit, konum með kaupallsjóði. Já. Þannig að fyrir svona fagfjárfesta er þetta eina leiðin til að fjárfesta í Bitcoin. Einmitt. Og það var rauninni sko fyrir janúar 2024 einmitt að þá rauninni fyrir 2024 þá áður en kauphallarsjóðurinn kom í Bandaríkjunum þá voru þessi bréfis að fyrirtæki að hækka en eftir þau komið þá fyrir það færast yfir í kauphallarsjóðuna. Já, einmitt. Já, það er hljómar mjög rökrétt sko. Og þess vegna kannski er eftir tilkomu kauphallarsjóðana í byrjun árs 2004. Það er kannski ástæða þess, spilar inn í allavega, að Saylor orðin einhvern svona miklu aggressívari í þessum kaupum til þess að gera sér gildandi að því að þú veist, nú voru orðið svo auðvelt fyrir alla þessa stærri aðila, þessa stofnana fjárfesta að kaupa Bitcoin með beinum og óbeinum hætti. Já, þetta er bara samkeppni á milli. Hann er að missa kuna með því að það sé. Já, og þess vegna er hann að sko, þú veist, hækka vextina. Já, og kaupa svona miklu aggressívara. Já. Af því að þú veist, það er ekki lengur neitt merkilegt þegar þú keypt bréf í MicroStrategy og þannig áttu óbeint í Bitcoin og við kaupum alltaf fyrir rekstrarafgangin af tekjunum okkar, sko. Það er bara, sorry, það blífar ekki, sko. Já, einmitt en kannski aðeins meira Saylor, ertu búin að heyra nýjustu áformans heyra nýjustu áformans að útvega að strategy útvegi sér 42 miljardar dollara fjármögnun til að kaupa Bitcoin. Þeir eiga núna hvað, cirka 700.000 eða það komið yfir 700.000 held ég, Bitcoin. Já. Sem er nánast öllu leyti fjármagnað af lánum og hérna hlutafjáraukningu og núna ætlar hann að verða sér út 42 miljardar dollara fjármagnun. Þeir eiga 762.191 Bitcoin. Einmitt. Og maður spyr sig einfallega bara sko já, þú veist, á hvaða tímapunkti að þessar tölur eru orðnar svo stjarnfræðilegar og þú veist, maður er bara eitthvað veginn já, ég viðurkenni bara, ég hef náttúrulega sagt það ítrekað sko. Er þetta sem hann er að gera? Þú veist, ég er að teka fram, þú veist, við erum búin að tala lengi að við sem ekki hrifnir að kaupa svona mikið og ég heyri það bara alltaf fleiri og fleiri sem eru búin að vera lengi og svona sérfræðingur á markaðanum
það einhvern veginn allir að setja spurningamerki við þetta orðið. Já, ég meina þú bara, þú veist, ef þú ert heilbrigð þenkjandi einstaklingur, þú setur spurningamerki við þetta, sko. Hann væntanlega að gera þetta á sama hátt og hann að gera þetta áður, hann að bjóða upp á 11,5% vexti á... Já, það er náttúrulega bara eitt verkværi sem hann með, sko. Hann að raunverulega eitthvað einn virðist vera að tæma öll möguleg úrræði til þess að vera sér út í fjármagn og ég spyr bara, þú veist, hvernig í veröldin ætlar hann að fara að þessu, að útvega sér, en hann greinilega algjör meistar í því að útvega sér. Það má eiga það, sko. Já, sem svona, já, mitt, en ok, mér allavega, ég verði að veikina, mér líst ekki mjög vel á þessi áform, sérstaklega þegar, þú veist, þetta nánast eitthvað veginn finnst mér bara farið eða að hafa öfu áhrif á markaðin að hann sé að kaupa í alvörinni talað, sko. Og ég hreinlega fór að svona eitthvað veginn hugum minn fór að reika í allskins pælingar daginn og ég fór að hugsa, þú veist, verður þetta jafnvel eitthvað veginn svona kennslubókar dæmi þegar framlíða stundir ég veit ekki, einhverja leikjafræði eða eitthvað álíka, hvernig þú getur verið með raunverulega einhverja niðurstöðu sem nánast óhjákvæmileg og ég var þá að hugsa að, þú veist, Bitcoin vaxi og dafni og hækki en einhver einn aðili með einhverju svona allt og öfgakendri þáttöku geti spilt fyrir því, sko, skilurðu. Og ég tekja það fram, ég held ekki, ég bara hef það óbeinandi trú á Bitcoin að það geti staðið allt svona rugla af sér, en það í raun og veru að maður sé farin að tala með þeim hætti þennan diggasta eitthvað við talsmann Bitcoin, að maður sé farin að fyrst og fremst tala hann sem áhættu þátt. Já, og mér að segja, þú veist, þetta er svo hérna, maður er svo einhvern veginn svona svart og hvítur getur við sagt í þessu einhvern veginn að þú veist hann annars eru við að tala hann þannig svona hátt en svo hann kannski ástæðans að við erum ekki í 45.000 verðmiðanum, sko. Það vissulega alveg sjónamið. Það alveg sjónamið. Hvar væru við einmitt? En ég segi þetta svipað og með Clarity Act. Það alveg mjög góð púti á þetta gæti alveg verið rétt. Við gætum verið mjög, ég bara glemdi að nefna það en ég átti einmitt í samræðum nákvæmlega þetta. Svo bara við værum neðar. Það var einn maður sem var að tala við, hann sagði við værum einmitt í 40 og eitthvað ef ekki væri fyrir Sailor. Já, en og mann að líði eitthvað vel með það endilega, sko. Veist, ég bara, þú veist, sömu erfileikum með það á Clarity Act að þú veist, ég bara farin að rifja alltaf upp meira og meira af hverju ég var hrifinn af þessari hugmyndafræði sem hugmyndafræðin þarna á bakvið þetta, þú veist, gegn þessu ónýta og jafnvel spilta fjármálakerfi, ég ætla bara að leiða mér að segja það og þú veist, og ég ætla, þú veist, á maður þá bara að vera gráta utan í fjármálastofnanir að bara þið verðið með, komið í liðið, verðið með okkur. Ég skil alveg að við þurfum að vaxa og dafna og vera eitthvað meira, en minna ákvaða kostnað. Og sá með þetta. Ég vil hækka verð, en minna, þetta já, ok. Þetta er mjög klassísk viðfangsefni, sko. Það alltaf sá sem vill einhvern koma með breytingar, sko, að hann dílar alltaf við þetta, sko, hann vill breytingar af því það er einhverjir annmarkar í ríkjandi kerfi sem hann finnur að, en svo einhvern þarf hann að velta því fyrir sér, sko, vil ég koma á algjörlega nýju kerfi eða vil ég einhvern betru bæta kerfi sem fyrir, og þarna kemur inn í náttúrulega hugtakið, sko, sem netáhrif eða network effect sem okkur náttúrulega tíðrætt í þessum samtölum okkar að sko, þú veist, að því af hverju segjum við að við erum ekkert að fara að ná neinum raunverulegum breytingum nema að við fáum þessa stóra aðila með borð og það náttúrulega út af netáhrifin, skilur, þú ert með kerfið núna sem meir og minna 8 miljardar í heiminum taka þátt í, reyndar nú talað einhverju 2 miljardar svo séu án aðgengis fjármálaþjónustu en það nú skilst mér óðum að lækka svo tala og yfirlýst markmið held ég alls bankasamfélagsins að
veita þeim aðgengi en hérna þú veist þannig að það er svolítið erfitt og kannski órunnæft að segja ok, við erum komið með hugmynda betra kerfi, það ætlar að vera til algjörlega til hliðar við núverandi kerfi og vaksa algjörlega sjálfstætt og endanum verða eina kerfi sem skiptir máli. Það er held ég bara það er rosalega erfitt því að það er bara nákvæmlega sama sömu rök og Bitcoin kemur með sko að þeir segja þú getur fundið 1.000.000 önnur Bitcoin 1, 2, 3, 4, 5 nefndu kalla hvað nöfnum sem er og það getur miklu hraðara og betra í teknilegum skilningu og allt þetta en það mun alltaf skorta þessi netáhrif sko. Já. Þess vegna mun það ekki skipta máli þannig að já, þetta er klassískt viðfangsefni. Ertu með, svo erum við að fara að taka bókona eftir? Já. Ég vil ekki að gleyma því. En ertu með fleiri púnta? Nei, í rauninni, ég get hent inn að Tether er loksins að fara að fá endurskoðun á sig sem hefur alltaf verið hluta af þessu alltaf verið þetta svo kallar Tether FUD reglulega. Já, einmitt. Já, þeir eru að fara að taka fyrstu endurskoðuna, já, alveg rétt. Já, einmitt. Þetta er svo sem bara aðalega áhugavert fyrir þá sem eru búin að lengi á markaðanum og hafa heyrt þessar sveiflur lengi, sko, að þeir séu full bakkaðir sem ég held að þessi alveg 100% eru sko. Já, einmitt. Ég myndi segja einmitt þetta fyrirbæri sko Tether FUD er ekki mjög áþreifanlegt lengur. Það er, ég held að fólk sé alveg búið átt að segja því að þeir eru miklu meira en bara í lægi sko. Þeir eru alltaf bara endalaust af peningum og með ógrinni af tekjum. Mér finnst þeim miklu sennilegra að það var nú einn ansi fróður maður sem er mjög vel inn í þessum málum sem kom fram með þá spá sem ég get alveg trú að hann reynir sannspár að þeir eru að fara að vera það stór kaupandi af bandarískum ríkisskuldum og ríkisskuldabrifum og ríkisvíkslum og þeir eru að fá svo gríðarlegar tekjur af þessu viðskiptamódeli og með svo fáa starfsmenn að það verði einfallega bara og þetta er einhvern báðir þurfa þú veist bandaríska ríkið þarf á þeim að halda og þeir þurfa á bandaríska ríkinu að halda og það verði bara settur á einhver samningur sem er bara þannig við viljum endilega þið kaupið eins mikið af ríkisvíslum og ríkislubrifum og þið mögulega getið en þið munum bara fá 50% af vöxtum markaðarinn sko þannig ef þessi brif er að bera 4% vexti þá er það að fá 2% vexti sko og hvernig USDC hefur ekki verið að fá alla vextina þegar verið að deila þeim í Coinbase. En hér er að tala um alveg grundvallar mun sko. Hér er að tala um bara að það verið bara sér fyrirkomulag þar sem ríkisbréfin sem þeir eru að kaupa hann er bara komið svo sérstök staða bara þið eru ekki að fara að fá sömu vexti og hvernig átt þú nefnilega að geta eitthvað veginn sagt nei eða úr Tether í þessum spórum að því að ég man ekki hver fjöldi starfsmanna var, við fórum yfir í þættinu minna, 100 eða eitthvað álíka og tekjunar voru bara einhverjir sko, þetta var alveg súrrealist. Já, bárum við saman JP Morgan sem var... Einmitt, með sko þannig að þú veist, þeir eru bara ok flott, við bara göngum að því, við munum ennþá vera alveg gríðarlega arbæran business og erum þá svona búin að alveg styrkja og festa í sessi þetta okkar stöðu sko, gagvart kerfinu sko. Já, en að því við vorum að tala um FUD. En ég tek fram að þetta var bara spá við sjáum hvað setur. Já. Ég verði ekki hérna, ég þarf að finna íslenska orðið við FUD. Þá bara, datt mér allir í huga, skjótið að við erum búin að vera nú með svoleiðis umræður sambandi við kvantumtölfur síðustu mánuðina. Þetta undanfarið hefur komið bæði frétt varðandi Bitcoin Core sem er þessum að stýra þróun að þeir séu byrjar að undirbúa kvantum viðnámi eða hvað þú kallaði það og Ethereum líka sko og ég heyri viðtal við svona aðal hvað þróunar aðalunum hjá Ethereum, hann komið svolítið áhugað mér að punkt sko, það var svo frábært þegar ef að Ethereum næði þessu á næstunni þá var ég ekki bara að gera þetta mjög snemma eða fyrstir með þeim fyrstu kannski allavega í kryptoheiminum heldur við verið bara gagvart bara öllum bankastofnum af því það gleymist oft í þessu það er engin nánast orðin kvantum örgir Nei, einmitt Já, mjög áhuga punktur
Bókahonnið, segir þú? Ég er með bók sem ég las úti Já. á 2 eða 3 dögum eitthvað sko. Vá, ok. Og bara fangaði athygli manni. Ég var ekki búin að segja hvað bók það er. Já. Ég ætla bara að grípa hana hérna. Kings of Crypto, veistu hvað bók þetta er? Nei. Má ég sjá hana. Já. Kings of Crypto. Nei, endilega. Heyrðu, þetta er saga fyrirtæki sem við erum búin að vera að tala svolítið í þessum þætti, þannig að það á kannski ágætlega við. Þetta er saga Coinbase. Já, þetta er Brian Armstrong, já, ég sé það núna. Ég fatt það ekki, maður sér hann ekki glögt, en ég sé það augljóslega núna, þetta er Brian Armstrong. Ok. Og þú veist, þú veist, við höfum talað við höfum verið að tala svona bækur sem er að tala fjármálakerfið og hvernig bálkakeðan virkar og svoleiðis og söguna kannski einhverju leiti og þú veist, og með tímanum þá finnst maður vera að endurtaka sig með því að bara lesa það. Og þetta er miklu meira bara svona eins og lesa skáldsögu og svona meira léttmeti en samt sönn saga. Við töluðum bókina hérna Winklevoss tvíburana sko. Bitcoin billionaires. Já, sem var mjög skemmtileg sko. Ótrúlega skemmtileg. Já. Og þú veist, ég segi ekki hún sé svona er alveg eins hún var svolítið svona, það var svolítið reyfara kent, það er samt svona svipað og það sem er svolítið gaman við að þú færði ekkit bara sögu Coinbase og hvernig þetta var, heldur færði í leiðinu sem hún er skemmtilega skrifuð, það færði í leiðinu svona kúltúrin og hvernig svona Bitcoin samfélagið og var líka á þessum tíma. Því, þú veist, þeir lendi í alls konar en þú veist, þeir lenda í því bara að vera gaggríndir endalast á netinu og taldi ekki sko, þeir eru mjög seinir að koma með eitthvað annað en Bitcoin. Því, þú veist, þegar þeir koma með Ethereum held ég, sko, þá er Kraken komið á markaðan og Gemini komið á markaðan og þeir koma töluvert á undan. Því að rauninni fyrstu starfsmenn í Coinbase voru allir svona Bitcoin þetta voru ekki menn sem voru ráðnir fyrir hæfni sína, þeir voru ráðnir fyrir hæfni svona pluss áhugaðan á Bitcoin. Já. Og þá var þetta menn sem kom og fóru hérna og svona mörguliti mjög áhugavert, en þeir lentu í því að það voru svona Bitcoin svona harðir Bitcoinarna sem eru bara brjálaðir þegar þeir fóru að koma með eitthvað aðra myntir sko, því að svíkja málstæðin. Það minnir mun á þegar Myntgaup bauð upp á Ethereum sko, við alltaf vorum bara Bitcoin eingöngu miðlun alveg í 1,5 ár fyrsta 1,5 ári. Ég var alltaf býta á ykkur sko. Svo já, alltaf bara fjölmargir og svo bættu við Ethereum og það voru með þessi svona Bitcoin brjálæðingar, ef svo má kalla bara svona einhver Bitcoin öfga bókstafs góðar sálir selust inn við beinið en svona ekki alveg með fætunar á jörðinni sko, urðu bara ég hefði ekki trúað þessu sko, urðu bara brjálaðir yfir því að fyrirtæki og við bara herru, þú veist hvað er, þú veist, þannig að þetta er ef þú svona margfaldar skala með 1000 ef þú myndir smætta þetta niður svona 1000-falt þá held ég að segja Myntgaupa minna mörguleiti á Coinbase. Ég hef aðeins stútur þessa sögur nefnilega, hann byrja bara sem algjör svona bílskúrs startup fyrirtæki og er núna í dag orðið bara alvöru fjármála fyrirtæki í Bandaríkjónum, þú veist, skráða á Nasdaq og allur bakkinn, sko. Já, og þau ströggluðu þetta við ýmislegt og rákus og alls konar veggi og þurftu svolítið að fókusa á það að geta jafnvel lent í því að fá á sig bara einhverja kæru fyrir eitthvað og svo framvegis. Það sína alltaf með einhverja hótanir, sko. Já, og þú veist bara líka hvernig þetta er. Ég var að hlusta á áhugavert viðtal, bara svo ég skjóti því að bara, það er ekkert með þessa bók að gera. Það var við konu sem að gift manni sem að situr í fangilsi núna, 5 ára dóm fyrir peningaþvætti sem er rauninni stofnandi Samurai Bitcoin veskisins sem er bara svona bara ótrúlegt, bara ráðist inn á heimili bara 5 morgni og bara fjölskyldan handtekinn og
og svona sem virðist vera bara eitthvað svona, þú veist, svona svipað á þetta Gary Gensler dæmi, bara einhver saksóknir í New York sem bara ákveða að vera sheriffin yfir kryptói, sko. Ok, eins og nefndi það sem líka, sko, þú veist, mér finnst áhugavert við þetta, að, þú veist, sem maður vissi kannski alveg, en svona, þú veist, það sem þetta Coinbase gerir rauninni að, þú veist, þeir rauninni hafa svo mikil áhrif á þessa þróun sem við erum að tala um í dag, sem að gera þetta meira svona aðgengilegt og tengja saman fjármálaheiminn, svona venjulega fjármálaheiminn við þetta, að taka þetta úr vilda vesturinn yfir í eitthvað svona professional, eitthvað dæmi, sko, og svo finnst mér alltaf gaman við svona bækur að lesa karakterina, ég veit að lesa þarna ævisögu Steve Jobs og Elon Musk, og þetta eru sérstakir karakterar og það þarf nú svolítið sérstakir karakterar. Brian Armstrong svona reyndar svona mjög svona hann virkar miklu mildari náungi. Já, en það satt svona þegar maður les bókina, þá hann svona, hann skildi nú ekkit eitthvað svona pælingar að það þyrfti að hugsa líðan starfsfólki, getur ekki bara uppið í gegnum veggi og bara verið harðið, hann með smá þetta element. Já, þú þarft að vera held ég eitthvað sérstakur, sko, til að ná svona langt, sko, í þessu, því miður. en já, áhugavert. Mér finnst þetta svolítið áhugaverð bók, sko, að ég að því ég ég fylgist alltaf mikið með þessum leiðtogum kryptómarkaðarins úti. Fylgist mjög náðu mikið með Chris Marsalek, forstjóri.com, og sá sem ég fylgist með næst mest á eftir honum Brian Armstrong, og svo fylgist alltaf með CC svona aðeins minna, en ég hef alltaf verið með aðeins meiri fyrirvara eitthvað en á honum, kannski ósanngjarnt, ég veit það ekki, en ég bara eitthvað með gerir bara fyrirvara á honum. Brian Armstrong hef ég svona ég hef ekki eins nákvæma tilfinning fyrir honum og sem dæmi Chris Marsalek, af því ég bara ekki stúdraði eins mikið, þess vegna hef ég svolítið áhuga að lesa þessa bók, en ég samt svona lesturum minn hann heiðalur. Já, hann hvert þitt mat á honum? Algjörlega þannig, sko. Já, einmitt. Og það líka í honum bara svona hann heiðalur og hann einlægur gaur. Já, og hann vill gera, þú veist, hann ekki bara þú veit að segja klísjukent að segja þetta, ekki í þessari vegferð bara til að vera ríkari fyrir sjálfan sig. Hann bara svona, hann trúir á hugmyndina, hann trúir á það að hann sé að gera gott. Og ég trúi því að það sé satt. Já, ég held að það sé alveg. Þannig ég mæli bara eindreiða, því þetta líka bara bók sem að þú tekur bara með þér upp í rúm og hefur gaman að lesa. Já, ég get alveg trúa að ég hefði gaman að því að lesa þessa bók. Þannig að þú mæli með henni, Kings of Crypto. Já, 100%. Þá held ég að við sem að vera bara nokkuð þéttir. Sko, við reiknum með því að óbreyttu að taka upp þátt á föstudaginn langa. Já. Kona mín sett 1. apríl. Þannig að það gæti nú breyst. Það ekki 7. apríl? Nei, 1. 1. apríl. 1. apríl. Ekki það, við erum enda núna konum með reynslu að þessari fjarfundatækni, sko, þannig að ég geti kannski verið á fæðingatildinni. Ekki fæðingatildin heldur þannig mögulega þessi sem maður að slaka á hana eftir það. Já, bara ósofin, 4 tíma fæðing. Já, það væri nú áhugavert. Herðu, nei, við gerum það nú alla. Við bara stefnum að þessu að öllu óbreyttu. Já, þá bara þakka ég þér gælega fyrir spjallið og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og áhorfið, og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.